Já, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudagskvöldi. Það er 13. október. Svo sem ekki mikið að frétta hérna á Íslandi. Það er ennþá stjórnarmyndunarviðræður, en í Noregi, þar eru stjórnarmyndunar búnar og komin ný ríkisstjórn. Og hún var að kynna svona stefnuna sína í dag. Og þar er svona eins og vill vera í stjórnarsáttmálum, ýmislegt. Þeir eru til dæmis með fyrir okkur sósíalista, þá eru þeir með ýmislegt sem við höfum lagt til, eins og ókeypis skólamáltíðir, sem er mikið framfara skref. Þeir eru líka með afstöðu að stöðva einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og efla hið opinbera heilbrigðiskerfi. Þannig að það á að stöðva raunverulega þá þróun sem að hægri stjórnin undanfarin svona 8 ár hefur verið að leiða Noreg í svona áttina því sem að Svíar hafa farið, en ekki jafnt langt, það er ekki jafnt illa farið heilbrigðiskerfið í Noregi eins og í Svíþjóð. En ríkisstjórn Miðflokksins og sósíaldemókrata, verkamannaflokksins, ætlar að stoppa þetta. Annað sem að tengist kannski íslensku ríkisstjórninni er að fólk sem hefur ferðast í Noregi þekkir vegatollarana þar. Það er eiginlega að þú ert að borga vegatolla á furðulegustu vegum, einhverjum eldgömlum sveitavegum, það eru vegatollar. Og þetta er óvinsælt og þetta er ópraktískt og óhentugt og þeir ætla að endurskoða þetta. Það kemur ekki fram að ríkisstjórnin ætla að leggja af vegatollarna, en það er svona, þeir ætla að fara að undirbúa það, hvernig þeir ætla að losna út úr þessu kerfi og láta borga fyrir vegina með öðrum hætti, annarkvort með gjaldi á þá sem að nota það, bílana, eða þá bara í gegnum skattinn, eins og er víða gert. Og það eru líka með fleiri skattatillögur, ekki ólíkt því sem að við sósíaldemókratar vorum að leggja fram. Þeir ætla að lækka skatta á alla sem eru með undir 750.000 krónur norskar á ári. Það er ágætis upphæð, sko. Það er 950.000 kall á mánuði íslenskar, eitthvað svoleiðis. Allir sem eru undir það eiga að fá skattalækkun og þeir sem eru ofan það eiga að fá skattahækkun. Og þetta er næstu því bara alveg eins og skattatillögur sósíalista voru fyrir kosningarnar. Og þeir ætla líka að laga auðlegðarskattinn eða eignaskattana þannig að hann leggst lægra á þá sem eiga minni eignir en hærra á þá sem eiga hærri eignir. Og þetta er nú bara í takt við svona gröfu tímans að skattleggja hinn ríku. Og annað sem að minnir á kosningabaráttunni hérna er að sósíalistar voru að benda á það hvað væri léleg aðgerð í umhverfismálum að gefa best setta fólkinu afslætti á bílnum, á innflutningsstóllum og virðisauka. Og Norðmenn ætla að hætta þessu. Þeir ætla að hætta að niðurgreiða eða fella í burtu virðisaukaskattinn á dýrum rafmagnsbílum sem að svona einir allra best settu sem að eiga ekki að þurfa að sækja neitt stuðning til ríkisins að kaupa sér rafmagnsbíla. Hafa verið að sækja. Það er það kemur fram að ríkisstjórnin lítur á EES-samninginn sem svona grundvallaratriði í utanríkisstefnunni, en þeir vilja samt endurskoða, fara yfir svona reynsluna, sérstaklega síðustu 10 ár held ég takið fram og vilja svona skoða það. Og þeir nefna það sérstaklega að þeir vilja losna undan kvöðum Evrópusambandsins varðandi rekstur og járnbrautum, vegna þess að þeir hafa hugmyndir það, eða þeir Norðmenn eða ríkisstjórninni, þau í ríkisstjórninni, að leggja járnbraut í Norðurlandið. Og það verður ekki gert nema með mikilli aðstoð eða framlögum frá opinberum sjóðum. Það verður ekki gert á einhverjum markaðsforsendum, þannig að þeir vilja losna undan kvöðum Evrópusambandsins rekstur járnbrauta. Og þeir vilja líka hætta, ekki leggja fleiri í sæstrengi, ekki selja rafmagn til Evrópu. Og þeir vilja lækka rafmagnskostnað og vilja ganga tilbaka til þess tíma þegar Noregur naut þess að framleiða mikið af rafmagni og rafmagni var ódýrt. Þeir eru með svona ágætlega háleit markmið, en kannski ekki í takt við hvernig var rætt í kosningabaráttunni í sambandi við loftslagsmál. Þeir vilja skera niður kolefnislosun 55% fyrir 2030 og sætti nú ansi gott ef það væri hér. Og þeir vilja hækka kolefnisskatta töluvert, ég man ekki upphæðirnar, en það var eitthvað svona 750 krónur upp í 2000 krónur, það er meira næstu þrefaldar skattinn á stundum tíma. En svo er líka eitt sem er merkilegt sem að við höfum svolítið rætt hérna við Rauða borðið, að ríkisstjórnin stefnir að því að innleiða atvinnuframboðstryggingu, sem að muni vera kerfi sem að tekur við að atvinnuleysistryggingu.
og þetta er náttúrulega stórt mál og þeir að gera þetta í skrefum, þannig að til að byrja með verði atvinnuframboðstrygging til yngra fólks og sveitarfélögum og fylkjónum verði gert skylt að bjóða ungu fólki upp á atvinnu. Ef það er atvinnulaust, þá getur þú bara valið úr einhverjum störfum sem að sveitarfélögin og fylkin eiga að skaffa. Og þetta höfum við rætt svolítið mikið hérna við Rauðaborðið þegar Ólafur Margeirsson hefur komið hingað, sem er mikill áhugamaður atvinnuframboðstryggingu. Og það verður svo til að hann kemur nefnilega hérna eftir, því að í kvöld er þjóðhagsráðið sem sest hérna við Rauðaborðið og ætlar að ræða efnahagsástandið, vaxtahækkanir, mögulega heimskreppu, hrun fasteignafélaga í Kína, áhrif fasteignaverðs á verðbólgu sem aftur hækkar vexti hérna heima og alls konar hluti úr undrum hagkerfisins. Og þau verða hérna, Ólafur Margeirsson verður hérna reyndar ekki, hann verður út í Sviss, við tölum við hann í gegnum tæknina, en hingað koma Ásgeir Brynjar Torfason sem er fastagestur hér og svo í fyrsta skipti Kristrún Frostadóttir sem er nýkjörinn þingmaður og hún sest hérna í þjóðhagsráðið og hjálpar okkur á því að skilja hagkerfið sem ástandið á því og hvort að við séum hvort það sé viðspyrna framundan eða hvort það sé bara bölvuð kreppa framundan. Sjáum til eftir smá stund. Velkomin aftur í Rauðaborðið og í kvöld er það sem að ég leyfi mér stundum að kalla þjóðhagsráð Rauðaborðsins sem að, veit ekki, kannski byrja ég gestina mína með því. En hér eru fastagestir, það er Ólafur Margeirsson, hann er út í Sviss, Ásgeir Brynjar Torfason sem við vorum að ræða hérna fyrir þáttinn er líklega sá sem er oftast komið við Rauðaborðið. En svo er nýr gestur, Kristrún Frostadóttir, nýkjörinn þingmaður Samfylkingarinnar og hagfræðingur. Velkomin. Takk. Hérna, það sem að kannski verið svona mest rætt síðustu viku er vaxtahækkanir Seðlabankans. Og fyrst komu þær og fólk var svona misánægt með þær. Ásgeir Brynjar var til dæmis að leta koma sér óvart, þetta var bratt. En síðan fannst mér þegar það fór að líða á þetta, þá er komið svona gagnrýni á það hvaða verðbólgu eru verið að glíma við og þá kemur hækkun fasteignaverðs svolítið inn í það og ég var ekki Samtök atvinnulífsins sem eru byrjað að taka undir það að kannski sé þarna verið að kljást við einhverja vindmyllur. Þetta sé ekki raunveruleg verðbólgu á sem er verið að glíma við. Hvað segir þú? Er Seðlabankinn að gera rétta hluti? Ég held að þetta sé nú bara tvíþætt spurning hvers konar verðbólgu ég að horfa á og síðan hvort að þetta sé rétt ákvörðun. Ég meina það hafa náttúrulega lengi verið umræður verðbólgumælingar og hvort að húsnæðisliðurinn eigi að vera inn í verðbólgu eða ekki. Þannig að mér finnst svo sem sú umræða bara eiga vel við almennt og það eru bara kostir og gallar fyrir því að hafa hérna húsnæðisliðin í verðbólgunni og ég veit að það er bara skipta skoðanum meðal hagfræðinga það. Það er miklu gallar núna þegar þetta leiðir til þess að það er nefnilega máli. Á óheppilugum tíma. Já, það fer svolítið eftir hvenær það kemur til. Mín skoðun reyndar hefur verið á því í svona gegnum tíðina að mér finnst að mörgu leyti ekki óeðlilegt að sko það sé tekið með húsnæðisverði þegar það er verið að tala verðstöðugleika. Það má síðan kannski fara rök fyrir því að kannski ætti bara húsnæðisliðurinn að vera fyrir utan eins og í sumum löndum þá er hann fyrir utan en það er horft samt til húsnæðiskostnaðar sem er allt annað heldur en húsnæðisverð. Já, svo er þetta náttúrulega líka spurning hvernig þú mælir liðin en í verðbólguna, skilju. Í sumum löndum í kringum okkur er það miklu stabilari mæling sem dettur inn. Þannig að það er ekki svona skammtíma sveiflur í fasteignaverði sem er að rífa upp verðbólgu. Kannski hugsa bara fólk sko sem býr á svæði þar sem að fasteignaverðir ekki að rjúka upp að finna fyrir fasteignaverðbólgu á fasteignalandinu sínu, skilji. Þannig að það er margar ástæður fyrir því. En hérna... En ef við má skjóta inn Já. Ef þetta er þannig að það vita allir að þarna er almennt verðlag og svo ertu með þennan sérstaklega lið sem að hækka þetta fyrir upp fyrir verðbólgu viðmið Seðlabankans. Á hverju er Seðlabankinn að láta eins og hann sé að glíma við verðbólgu sem að hann ætti sjálfur að vita að ásetja svona vafasaman ykkur? Sko, það sem er náttúrulega flókið í þessu, ég veit að það eru mikla skoðanir þessum hópa á þessu er að, þú veist, hvað er hænan og ekki hérna líka? Þú veist, ein stærsta ástæðan fyrir hækkun húsnæðisverðs á undanförnu ári er lækkun vaxta.
skiljið. Þannig að þú ert komið svona feedback-lúpu. Þar sem að á stórum hluta síðasta árs þá vildi Seðlabankinn einmitt halda því fram að þetta væri ekki, annarkvort var því haldið fram að þetta væri ekki bara vaxtalækkun, heldur væri framboðsvandi, eða þá sagt, já þetta vaxtalækkunin en þetta ákjósanleg afleiðing vaxtalækkunar vegna þess að við erum að reyna að hafa óbein áhrif á hagkerfið sem að rífur þá upp aðra þætti. Á meðan núna erum við spólum við 12 mánuði fram í tíman og þá erum við í raun komin á þann stað sem að ég sjálf ræddi mjög mikið í fyrra og átti bara í svona ákveðni, hvað ég segja, hugmyndafræðilegu togi við þessum aðila, varðandi sko í rauninni hversu mikil áhrif þessi vaxtalækkun hefði haft á markaðinn og núna verið að fara að bregðast við því. Þannig að það líka bara verið að sko, það verið að skipta svolítið umræðuefni hvað sem að valda fasteignahækkunum og hvað sem að keyra fram verðbólguna. Þannig að þetta bara svo margþætt umræða. En ég get alveg tekið undir það að ef það einhver einn liður, svona stór og þungur liður eins og fasteignaverð sem að þrýsta áfram verðbólgunni, þá á auðvitað að geta horft á þetta til hliðar. Hins vegar ég ekki sammála þeim rökum sem stundum verið færð og það verið áhugavert að heyra hvað Ásgeir og Ólafur segja það, að þetta sé bara eins og hvert annað eignaverð. Vegna þess að fasteignaverðshækkanir þær gegnsýra allt samfélagið með allt hættum en almennir eignaverðshækkanir. Hækkanir á hlutabréfaverðum eða skuldabréfaverði, þær kannski skapa ykkur auðsáhrif hjá efnuðu fólki eða fólk sem á eitthvað aukalega. Og með fasteignaverðshækkanir þær þrýstast út í laun, þær hafa miklu meira svona sekundari áhrif á verðbólgu. Þannig að því leytinu til, þá get ég alveg skilið okkur það tekið inn í heildina. Ég ætla að biðja Ólaf að svara þessu því að hann hefur búin að vera að skrifa nokkra Facebook-statusa einmitt það að færa rök fyrir því að fasteignaverð eigi alls ekki að vera inn í vísitölunni. Það ekki rétt af mér? Jú, en ég ætla að hamra á því að leiguverð á að vera í vísitölunni. Húsnæðiskostnaður en ekki húsnæðisverð. Rétt. Svona reyni ég að forðast það sem mest að tala húsnæðiskostnað. Þess að því miður á Íslandi eða á íslensku þá talað húsnæði og fasteign sem hið sama. En það ekki rétt. Húsnæði húsaskjól. Reynda að sannfæra Kristrúnu að þetta eigi ekki að vera inn í vísitölunni. Ég reyndar ekkert vissum eitthvað mjög ósammála þegar þú ferð í þessa skilgreiningu á hlutinu. Nei, ég að segja bara þú veist, það eitt að vilja taka inn bara markaðsverð eins og það að fljóta, en það annað að reyna að fá eitthvað mælikvarða á kostnað við að búa í húsnæði, skilji, sem að fýta yfir í verðbólguna, sem ég held að það sé það sem Óli að tala sko. Hann náði að samfæra eiginlega án þess að segja orð, sko. Já, þetta afskaplega einfalt. Fasteignaverð verð á verksmiðjunni sem framleiðir húsaskjól og það húsaskjól sem fólk neytir þegar það býr í viðkomandi fasteign. Skiptir ekki máli hvort að viðkomandi eigi fasteignina eða leigi hana. Eftir sem áður þá viðkomandi að neyta húsaskjólsins. Og það verðið á húsaskjólinu sem á að vera í vísitölu neysluverðs og á að vera fókuserað, það það sem á að horfa til þegar verið að tala verðbólgumarkmiði. En það ekki það sama og verðið á verksmiðjunni sem framleiðir húsaskjólið. Þetta nákvæmlega sama eins með matvöru. Matvara framleidd af landi, en landverð ekki hluti af vísitölu neysluverðs. Sama með bíla. Bílar hluti, þess að verðið á bílum hluti af vísitölu neysluverðs, en bílaverksmiðjur, verðið á þeim ekki hluti af þeim og svo framvegis. Þetta afskaplega einfalt þegar maður stoppar bara og pælir í því hvað verið að framleiða og hvað verið að neyta. Þess vegna á að tala að taka til greina það sem að gerast á leigumarkaði og það sem það sem leiguverðsþróunin á að vera tekin til greina. En fasteignaverðsþróunin á ekki að vera tekin til greina. Síðan aftur á móti allt annað mál hvort að Seðlabankinn vilji taka til horfa á fasteignaverðsþróunina þegar hann að hugsa til dæmis fjármálalega stöðugleika. Það allt annað mál. Það kemur neysluverðinu ekki við. En segðu mér eitt, Ólafur, segjum að fólk myndi fallast á sér rök. Ekki eitthvað í þessu það svo erfitt að ákveða tímapunktinn hvenær fasteignaverðið verði tekið út? Því að segjum að það sé búið að spennast mikið upp og þá sjá menn fram á það að það muni jafna sig til lengri tíma og þar leiðandi sé það kannski ekki rétt í tíma. Skiptir ekki máli. Ekki pæla í því hvað verið að fara að gerast með fasteignaverð.
við vitum að þetta rangt og það skiptir ekki máli hvort að væntingarnar séu það að fasteignaverð sé að fara upp eða niður. Það rangt að horfa á fasteignaverð í vísitölu neysluverðs, þannig að besta dagsetningin á því að hætta að horfa á fasteignaverð inn í vísitölu neysluverðs var í gær, næst besti dagurinn í dag. Og í staðinn horfum á leiguverð. Ok, herðu, Ásgeir Brynjar, en fyrir utan þetta, þennan svona ágreining, að þá vaxtahækkun núna svona óheppileg. Við erum eiginlega að koma svona út úr COVID-samdrætti, svona hjóla atvinnulífsins að fara í gang, eins og sagt að þetta ekki góður tími til þess að fara að hækka vexti eða hvað? Eitthvað að gera þetta í heiminum? Já, það eru 3 kannski bankar búnir að hækka, Noregur, Kórea og Suður-Kórea og Ástralía, en Nýja-Sjáland annarkvort. En Noregur var að fara úr 0 upp í 0,25, ætla að vera búin að ná 1,5% 2024. Það var reyndar í dag á ársfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins verið að gefa svona þeirra orður út til heimsins að segja seðlabönkunum að vera mjög á verði, fylgjast mjög vel með núna, vera tilbúnir að grípa inn í ef að verðbólgan færi af stað. Það birtust alveg tölur með þessu fréttum frá Seðlabankanum í síðustu viku, að vísitala neysluverðs án húsnæðisliðarins var 2,5%, bara akkúrat í markmiði. Og ekki tilefni til vaxtahækkunar þannig? Já, sko, út frá því ekki, en þau eru ekkert annað til, þau bent ekki á það þrátt fyrir að venjuleg vísitala væri innan marka, að þá væri einhverja aðra forsendur til þess að hækka vexti. Og það var svolítið skringilegt, það var bæði rétt fyrir kosningarnar og rétt eftir kosningarnar sem þeir að hækka, en ég held að þó þeir segi það ekki beint, þá held ég að það sé út af þeim líður svo illa með að vera með neikvæða raunvexti, þó að seðlabankar víða heim séu búinir að vera með það í allt upp í 10 ár. Og ég hafi verið að benda á að það sé nú svona vissu leyti partur af leiðinu út úr kostnaðinum af COVID, að ná því af kapitalinu með því að hafa neikvæða raunvexti einhver tíma til þess að minnka kúfin, ná niður kúrfunni af aukningunni af skuldunum sem kom. En ég síðan alveg sammála, ég held að við Kristrún höfum verið saman á hinni stöðinni hjá Kristjáni á Sprengisandi í september í fyrra, þar sem að Þú voru að tala að Seðlabanki var yfirlega að kynda undir eignabólu inn á fasteignamörkuðum. Með mikil lækkun, Bæði lækkun og líka með því að auka raunverulega getu bankana til þess að lána til sinna betursetu. Sem bara bjóð til þessa hækkun á húsnæðisverði. Og nú Seðlabankinn að glíma við þennan draug sem hann vakti upp sjálfur. Er þetta ekki bara nafniðin ekki lélegur Seðlabankastjóri? Ég gagnrýndi það. Ég meina, Kristrún gagnrýndi þarna í þessum þætti sem var nú svolítið vendupunktur í umræðunni, þessi þáttur á Sprengisandi í september. Ég hef alveg gagnrýnt það bæði í útvarpsviðtölum og í skrifum að þeir nótuðu ekki þjóðhagsvarúðartækin samhliða sem voru nýkomin sem sænski Seðlabankinn greip til 2015 að setja þá meira þak á útlánin, setja hámark á kostnaðarhlutfall af vöxtunum. Sem að byrja að gera núna. Núna loksins, en það búið að vera kynnt hér í bólu. Eftir að kveikt í húsinu. Já, og það að fara að dreifa svona eldotnateppum. Gagnrýnivert og það má gagnrýna ýmis ummæli sem komu fram meðal annars þegar það var sagt í fyrra þetta verður gert til að hjálpa verktakabransanum. Seðlabankinn sagði þetta beinlínis í einhverju, það er þetta að flettas upp á þessin. Það voru áhyggjur að það var að fara rök fyrir því að það væri áhyggjur að það væri íbúðir á við höfnina sem var ekki að seljast. Þú veist, það kom nokkra vegna tímabila sem að mjög dýrar íbúðir voru ekki að seljast og partur af því var líka bara mjög mikið óvissu ástand sem að varði ekki lengi. Það er engin efnahagsleg á að því að þótt að sé einhverju verktakafyrirtæki sem skipta eigendur og skuldirnar séu ferðar á milli eigenda. Það er ekki efnahagslegt áfall. Það sem var náttúrulega mest gagnrýnivert við þessu stöðu í fyrra og ég reyndar hef mjög sterkar skoðanir á, vaxtastöðunni almennt, Ég hef kannski verið einn að fá sem að hef ekkert verið æst fyrir að hafa svona lág vexti. En þess að mér finnst þetta ekkert vera aðal kjör íbúa í landinu hvert vaxtastigið er í kreppu. Mér finnst þetta sömuleyti vera fyrringa pólitískri ábyrgð. Ætla bara alltaf að benda á Seðlabankann sem hefur mjög breytt tæki. Þetta er eins og Hamar sem hefur mjög mikil svona annars þess áhrif og mér finnst þessi umræða
þessar vaxtalækkanir í náttúruhamfarakrísu hafa blandast inn í umræðu almennt kostnað í landinu. Það er eitt að segja í eðlilegu árferði viljum við að hér séu 7% nafnvextir eða 4% raunvextir eða eitthvað. Eða viljum við færast nær því sem að við sáum, þar til við sáum þessar lágvaxta stefnu erlendis, þar sem allt kannski nærið í að vera með 2% raunvexti, eitthvað svoleiðis. Það finnst mér sér umræða. Það hefur ekkert að gera með það hvort að mér finnst eðlilegt að vera með neikvæða raunvexti langan tíma. Og sko, þessi neikvæða raunvexti sem voru í yfir áratug, til dæmis löndunum kringum okkur, það var ekki góð staða til að vera í. En ertu að segja það að íslenski seðlabankinn og kannski íslensk stjórnmál hafi gripið upp lágvaxtastefnuna sem að var út af COVID og út af sérstökum vandamálum í efnahagsstjórn í Evrópu, gripið hann inn til þess að lækka kostnað hér svipað og var gert við bara til þess að hafa snögg áhrif til vinsælda á Íslandi. Til að skapa falska hugmyndum, velsæld og auð. Ég held að það sem hafi gerst og ég hef bara sagt þetta marg oft áður og það er bara hægt að fletta upp og ég get alveg sagt það núna þó ég sé orðin kjörn á þing. Ég meina það var bara lögð of mikil áhersla og of mikil þyngd á peningamálastefnu. Vegna þess að það er auðvelt pólitískara, það er pólitískt auðveldara að leggja meiri þrýsting á peningamálastefnuna því það sem að Seðlabankinn gerir að þó að Seðlabankinn sé ópólitískur þá þarf hann auðvitað að bregðast við aðgerðum og aðgerðaleysi á fjármálaleiðinni. Þannig ef að ríkið er of svifaseint, setur of lítið inn, þá gerir Seðlabankinn alveg sem við sáum, ég meina þú getur bara lesið æviminningar Ben Bernanke þar sem hann talar ég vildi ekki þurft að lækka vexti svona mikið, hvað átti ég að gera? Það var ekki að koma nóg mikið fjármagn í kerfið. Ríkisstjórnin kynnti þessar aðgerðir í upphafi COVID að helstu aðgerðirnar í fyrsta blaðamannafundinum var aukið útlánageta bankana og lækkun vaxta. En þetta bara nákvæmlega það sem ég hef gagnrýnt og ég stend þetta á gagnrýni að það var bara tekin svo ákvörðun að reyna að fara óbeina leið að því markmiði að reyna að venda ákveðna hópa og ekki bara það svifasegna þar að segja þá sem að mistu vinnuna, einstaklingar sem mistu tekjur og fyrirtæki sem mistu tekjur út af opinberum aðgerðum. Það var bara gripið inn sem hafði áhrif á einstaka aðila í kerfinu, það var lokað af partur af kerfinu og í staðinn fyrir að fara þá bara í mjög markvissa tekjustuðning til þessar aðila, þá var farið í breiðar aðgerðir þar sem hlutin átt að leka niður gegnum allt kerfið sem bæði tekur miklu lengri tíma en sérstaklega í ástandi eins og í fyrra, þar sem voru bara komnir varnarveggir, þar sem voru bara að banna ákveðna tegunda þjónustu, það búið að banna ákveðna tegunda vinnu, þá lekur það fjármagn inn og við sjáum bara þetta ekki eins og til umræði lengur hvort þetta hafi verið góð aðgerð eða ekki, við sáum bara nákvæmlega hvað gerðist. Það var stopp, til dæmis í fyrirtækjaútlánum, meirihluta síðasta árs, á meðan það guðsæðist allt inn á fasteignamarkaði, skilur við. Og í kaupauðina sem tvöfaldast í verði. Já, þannig að það liggur bara fyrir að þetta var ekki góð hagstjórn og síðan erum við í dag að tala eða það ríkisstjórnarmeðlimir er að tala að þetta hafi verið eitthvað aðgerðaplan á húsnæðismarkaði að lækka svona mikið vexti. Þegar ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á vaxtalækkunarferlinu, þetta var kreppu viðbragð sem núna verið að snúa við vegna þess að mínu mati, ég veit það mjög skipta skoðun, en það mín skoðun að það var farið allt og bratt í þessa lækkun, samhliða því að það var of lítið gert annars staðar. Þannig að það var of mikið treyst á peningamálastefnuna, svo verið að selja fólki þá hugmynd að lífsgæði snúist bara vexti í kreppuástandi. Það sem skiptir máli fólk sé í góðri vinnu, fá góð laun og hluti kosti ekki mikið í landinu. Vextir eru bara hliðar afurða öllu því. Við ræddum þetta nú svolítið Ásgeir að eðlilegar aðgerðir hefði verið að hjálpa þeim sem að mistu vinnuna og þeir sem lent í vanda og hættan væri sú að veri blásin hér upp eignabóla og kannski má merkja ef það var kaldaðinn, þá getur maður sagt að það megi merkja aðgerðir ríkisstjórnarinnar á stærri pöllum fyrir utan einbýlishúsin í Garðabænum, þar sem að voru niðurgreidd vinnan við þau og annað slíkt og fekk afgengi af nýju lánsfé, en þetta er kannski ekki, maður byggir ekki upp betra samfélag með stærri garðpöllum í Garðabænum. Já, fyrir þá sem eru á þeim pöllum, en ég hef nú kannski hort á líka vaxtapunktinn út frá vaxtakostnaði ríkisins og sveitarfélagana, af því að fjármálaráðið horfir á opinber fjármálin í heild, já, og það er náttúrulega, ef maður horfir til Evrópu líka. En þau eru ekki að skuldsetja sig þess að þau fóru ekki út í svona stórar aðgerðir eða hvað?
Já, en skuldirnar eru samt búnar að aukast mjög mikið og þar aftur eins og með umræðan frá Ólafi áðan sko, stokkinn, stöðustærðina, hvort sem það verði eða skulda upphæðin versus síðan kostnaðurinn á mánuði og það náttúrulega mun geta komið illa út fyrir bæði sveitarfélög og hið opinbera í heild þegar að vaxtakostnaðurinn fer að aukast aftur mjög mikið af því að hann þolanlegur þó að skuldin aukist þegar að vextin lágir. Þetta bara lærdómurinn frá Evrópu og þetta það sem að menn eru mjög mikið að tala núna þegar það verið að tala að endurskoða reglurnar, fjármálareglurnar. Það skiptir ekki máli þótt að sé komið upp í 90%, 95%, 100%. Þetta var aftur á IMF skuldir hins opinbera í heiminum. Þessar vextir eru bara þriðjungur af því sem áður. Já, og þetta hefur við rætt áður og þetta svona það sem ég var að vona hefði geta verið hliðarafurinn af þessu þegar við lækkuðum vextina hér. Þurfti heimsfaraldur til að við getum verið nær nágrannalöndunum í vaxtastigi en nú verið að Lækka vexti á ríkissjóð og sveitarfélögin sem að skulda meira sem að mun að óbreyttu leiða til harðari niðurskurðar til þess að mæta auknum vaxtakostnaði. Þarna kemur síðan markaðurinn inn í og kannski það fór aðeins niður 10 ára skuldabréfin þannig að það getur verið að markaðurinn hafi aðra trú heldur en peningastefnunefndin eða að það sé bara verið að reyna að hækka þetta núna til að fá húsnæðisskuldina sem eru orðnar óverðtryggðar til að bíta, láta peningastefnuna bíta þar. Ef maður skoðar ávöxtunarkröfuna og skuldunum út í heimi þá eru þær búnir að vera að haldast mjög fínar. Það er að segja, menn eru tilbúnir að fjármagna ríkissjóðinn út í heimi þó þeir séu búin að auka skuldina á lægri kostnaði sem öfugt við það sem kennt í hefðbundnum kennslubókum af því að menn sjá bara það fyrir sér það sé öruggara að geyma peningana í skuldum til ríkisins sem leið til að hafa einhvern svona grunntryggingu í lífeyrissjóðnum sínum eða fjármagninni. Þetta hins vegar ekkert viðvarandi ástand endilega og einhverjum tímapunkti breytist það, alveg eins og á einhverjum tímapunkti fer verðbólgan í gang þó að við höfum verið að tala að það er ekki hætta núna og sumir eru að bjóðast við úti núna en flestir seðlabankarnir hafa verið að segja þetta eru tímabundnar hækkanir þannig að verðbólgan fer aðeins upp og svo niður aftur en sko við erum hins vegar bara held ég svo langt frá öllum mörkum að þessi einhver hætta og það svolítið lendurómur á því sem var verið að tala út í Washington líka að fylgjast með, fara rólega, bíða og sjá, kemur eitthvað afbrigði eftir delta og sjá að efnahagslífið farið almennilega í gang, ekki gera það sem var gert 2010, 12, 14, að grípa fljótt inn í bremsa og hratt. En þetta stór debatt. Ólafur, myndir þú segja að það hefði verið gerð, hagstjórnarmistök í COVID á Íslandi? Og kannski enn frekar núna. Eigum við að fara að ræða það? Skulum segja að það hefði ekki verið meiri mistök á Íslandi heldur en annars þar. Varðandi vaxtastigið það ekki markaðurinn sem ræður vaxtastiginu á ríkisskuldum, það eru seðlabankar. Þannig að það afskaplega einföld ástæða fyrir því af hverju vextir hér í Evrópu og annars staðar eru svona lágir, það vegna þess að seðlabankarnir vilja hafa það þannig. Japan sem dæmi, það alltaf klassíska dæmi, einfalt. Þar opinber stefna hjá seðlabankanum þarlendis að vextir á 10 ára skuldabréfum eiga að vera 0 og þeir eru í kringum 0 og þeir eru í kringum 0 vegna þess að seðlabankin í Japan sér til þess að þeir séu í kringum 0. Sama hvað markaðurinn heldur að eigi að prísa vextina á í hagkerfi í Japan þar sem opinbera skuldir eru eitthvað í kringum 250% af landsframleiðslu. Sama þegar kemur að Evrópulöndunum. Hér í Sviss eru vextir á 10 ára skuldabréfunum eitthvað neikvæðir í kringum -0,5 eða svo ef maður rétt eða 0,8. Vextir stýrivextir hér eru -0,75. Þannig að það
Það stýrivaxtastefna Seðlabanka sem ræður því hvað gerist fyrir vexti á markaði. Það er að segja með ríkisskuldabréf. Síðan eru aðrir fjármálagjörningar eins og til dæmis skuldabréf fyrirtækja eða húsnæðis, það er að segja fasteignir. Þær eru prísaðar á grundvelli ríkisskuldabréfa. En það merki, Ólafur, það merki mistök þegar að húsnæðisverð rýkur upp í samdrætti og verðmæti hlutabréfa í kauphöllinni tvöfaldast? Nei. Og hvort ekki afleiðing af raunverulega efnahagsstefnunni og peningamálastefnunni? Er þetta mistök? Þetta eru afleiðingar. Þetta er ekki mistök eða sjúkdómseinkenni, þetta eru afleiðingar. Þú mátt kalla það hvort það séu mistök eða ekki. En það er fullkomlega eðlilegt að þegar vextir eru lækkaðir eins og í Íslandi eða í Evrópu eða í Bandaríkjunum að fasteignaverð hækki. Og það er nákvæmlega það sem gerðist. Og ekki bara á Íslandi, heldur líka í löndunum í kringum okkur. Nýja-Sjáland, Ástralía, Þýskaland, Spánn og svo framvegis og framvegis. Og ástæðan fyrir því er einfaldlega svo að vextir voru lækkaðir. Ok, en þetta er bóla, það hækkar fasteignaverð, það hækkar hlutabréfaverð, tvöfaldast í verði. Það er bráð fyndið að sjá verðmæti á íslensku hlutabréfum og skoða ásetningana, hvað er hátt metið. Svona bólur, það eiga að springa. Eigum við að búast við því að fá í andlitið á okkur eitthvað trun í kauphöll eða fasteignamarkaði? Ég held það ekki, en ég held að þú veist, þetta er svolítið það er svo margt sem ég geti rætt hérna. Þetta er eiginlega ég var nú gaman, það er mjög gaman að sé vettvangur sem ræða svona tæknilega hluti, en þetta þó þetta sé einfalt, það eru bara mjög margar hliðar á þessu. Svolítið gaman líka þegar þú fær svona mismunandi sjónarmið, að því mér langar hans þess að koma aftur að þessu með vextina. Já, það er alveg rétt. Auðvitað er Seðlabankinn sem að ræður í. Ég meina, Seðlabankinn gæti gert, það sem hann gæti gert hér er að ef þetta er ekki að skila sér á markaðinn vaxtastigi, þá gæti hann bara byrjað að kaupa upp þessi bréf. Það er það sem er gert erlendis. Það var ekki vilji fyrir því að gera það hér. Og ef við hugsum bara hvað gerðist í fyrra, og þetta var allt saman mjög fyrirsjáanlegt. Að kaupa ríkisskuldabréf. Já, og kaupa bara aðrar eignir á markaði til þess að keyra niður kröfuna. Þetta var allt saman mjög fyrirsjáanlegt í fyrra. Fólk sem var að tala um svo hluti, meðal ég og Ásgeir og annað, þetta er ekki af því að maður er svo bráðgáfaður, þetta er bara það sem hefur gerst alls staðar í heiminum. Þannig að það lá alveg fyrir. Fasteignaverð myndi hækka og hlutabréfaverð myndi hækka. Þannig oft þegar maður heyrir þá skýringu til dæmis hjá öðrum aðilum að þetta hafi alveg legið fyrir og þess vegna átti þetta að koma óvart. Ég er alveg sammála, en spurningin er bara, var þetta það rétta í stöðunu? Ef þú vissir að þetta var fyrst og fremst það sem var að fara að gerast og kanalarnir á markaðnum voru þannig að fjármagnið myndi fyrst og fremst fara í fasteignaverð, ekki í fyrirtækja aðgerðir sem var það sem óvissan var. Þegar það var kynnt, þegar Bjarni Benediktsson var kynnt. Það var þetta ekki kynnt þannig. Nei, þá var þetta kynnt þetta örva að fjárfestingu. Þetta er eftirskýring. Sem bara svo að segja það, að þegar horft á söguna, þá er engin dæmi það að í svona samdrætti þá leiðir vaxtalækkun til þess að það aukist fjárfesting. Það fer allur peningurinn í eldri eignir og býtur bólur. Það lá bara fyrir. Og það er rosalega... En heldur að Bjarni hafi vitað það og hafi sagt ósatt? Eða heldur að hann sé bara ekki klárar þetta? Ég veit ekki hvað það er örugglega fæst að bera minnsta ábyrgð í þessu samhengi. En punkturinn minn er að allir sem hafi skilning á hvernig sérstaklega íslenski fjármálamarkaði virka. Af því það er oft líka verið að tala vera að bera saman við Bandaríkin og Evrópu. Þú veist, nú starfaði ég til dæmis eins og alþjóð veit í talsverðan tíma á fjármálamarkaði, bæði erlendis og hér heima. Og það vita það allir að til dæmis bara almennt með skuldabréfamarkaðinn. Hún er bara stýrt af kaupvilja lífeyrissjóða eftir lópa. Og ef þeir taka ákvörðun að þeir vilja ekki fara neðar í kröfu, þeir vilja ekki kaupa að hærra en þessu verði eða lægra en þessu verði, þá er bara ekki hægt að selja útgáfan að því. Og við sjáum það meðal annars í fyrra þegar að byrja að fjármagna ríki þeir voru að reyna að nýta sér þessa lágu vexti. Það gekk ekki að selja löng bréf sem lífeyrissjóðarnir vildu, en þeir vildu bara einfaldlega ekki borga það verð á þeirri kröfu. Treystum þið ekki að myndi haldast til svona langs tíma? Já, og þeir vita bara að þeir þurfi ekki að fara inn á markaðinn nema þeir vilja. Já, og þeir ráða verðinu. Þetta er vitað dæmi. Þetta er ekki inside information. Það vita það allir sem hafa starfað, lánamálaríkisins vita þetta líka.
Þannig að þegar ég segi að þetta hafi verið slæm hagstjórn, þá segi ég að það var vitað mál að þessi vaxtalækkun myndi fyrst og fremst í óvissu ástandi þar sem að bankar eru að passa upp á efnahagsreikningana sína, ekki lána til fyrirtækja, heldur lána í fasteignalán, vegna þess að það er öruggt eigið fé. Það var vitað að þetta myndi ekki skila sér að fullina ríkisskuldabréfamarkaðinn eða hvað þá fyrirtækjaskuldabréfamarkaðinn, þess að lífeyrissjóðirnir stýra kröfunni þar og vegna þess að Seðlabankinn var búinn að gefa það út að þrátt fyrir að þeir eru búin að gefa yfirlýsingum að þeir voru tilbúin fyrir QE og uppkaupa bréfum, þá var hræðslega við að gera. Þannig að punkturinn minn er bara, það er þetta að vera í þessum fræðilega heimi, það er þetta að vera í þeim heimi hvað bandaríski Seðlabankinn er að gera og evrópski Seðlabankinn er að gera og japanski Seðlabankinn er að gera. Eða er þetta að vera í raunheimi Íslendinga, sem er það að svona virkar íslenskur markaður. Og þessi aðgerðir voru ekki að fara að skila sér á meðan varst með þá peningamálastjórn sem hún varst með hér. Og því leytinu til voru þetta mistök, já, myndi ég segja. Þannig að það er eitt að segja normatív, svona ætti þetta að vera, en svona var þetta. Og því leytinu til, það finnst mér sorglegt að við sitjum eftir með það núna. Að þó mér finnst ekki jákvætt að við séum með neikvæða raunvexti í langan tíma, það er óeðlilegt ástand. Að við komum út úr þessu ástandi með bara ofboðslega hátt eignaverð og að fara í mögulega hraðan vaxtahækkunar ham núna og þannig að þú ert búin að skapa ástand þar sem það var einhver hópur af fólki sem komst að því voru heppin og átti eigið fé inn á fasteignamarkaðinn í fyrra, en núna er sá hópur mögulega ofskuldsettur. Það er hræðsla við að einhverju leyti hækka vexti upp í það stig sem að myndi þykja eðlilegt vegna þess að þú vilt heldur ekki koma öllum þessum einstaklingum úr jafnvægi og þá líka fer að skapast svona umræða eins og er farin að koma eins og átti sér stað í Bandaríkjunum eftir síðustu vaxtalækkunar hrénu, þar sem ert komin í svona lágvaxta spennu, þar sem að pólitískt og er bara orðið mjög erfitt að hækka vexti, þrátt fyrir að Seðlabankinn ekki vera pólitískur, sko. Okay. Þannig að þegar þetta er kynnt, þá er þetta kynnt eins og það er verið að örva atvinnulífið og við gerum ráð fyrir því að þeir sem voru kynnt hafi vitað að svo verið ekki. Og þú hefur sagt, og ég held að Ásgeir Brynjar og Ólafur gott ekki líka, sagt að það hefði verið réttar að beita ríkisvaldinu í að mótvægisaðgerðir við kreppuna. Það hefði að fara út í einhver ríkisaðgerðir. Vandamálið er hins vegar að flokkarnir í ríkisstjórn, og kannski sérstaklega Bjarni Benediktsson, hann er bara pólitískt ómögulegt fyrir hann að beita ríkisvaldinu. Vegna þess að hann er í flokki sem hefur trúað því að hann undanfarið 30 ár að öll ríkisafskipti eru bara slæm og það sem getur gott komið út úr kemur út úr frjálsa markaði. Þannig að eina leiðin sem ég hef er að örva markaðinn vegna þess að ég veit að ef ég fer að auka ríkisútgjöld að þó það geti verið betri til skemmri tíma, þá gætum við lent í því að við myndum festast í þeim og við næðum ekki að skrúa ofan að þeim sem við erum búin að vera að djöflast við undanfarin 20 ár að minnka ríkisvaldi hérna á Íslandi og við getum mistað aftur, nokkur áratug aftur í baki. Þannig að það var pólitískt ómögulegt fyrir þessa ríkisstjórn að bregðast við með réttum hætti. Ég get alveg tekið spurningu að það er pólitískt vikant, ég er bara sammála þessu. Nei, ég meina, þetta er, sko, vandinn við þessi aðgreiningu Seðlabanka og ríkis, peningamálastjórnar og ríkisfjármála. Það er alltaf verið að tala um Seðlabankinn eða svo sjálfstæður og það er svo ópólitískar aðgerðir. En vandinn er bara sá að aðgerðir Seðlabanka og afleiðingar þeirra hafa mjög pólitískar afleiðingar. Þannig að aðgerðir og aðgerðarleysi á ríkisfjármálaleiðinni sem verður til þess að Seðlabankinn þarf að beita sér með ákveðnum hætti, þetta tengist allt saman og þess vegna er þessi umræða mjög erfitt. Þú auðvitað geta verið með embættismenn í Seðlabankanum sem að gera það sem er skynsamlegt fyrir verðstöðugleika og því leytinu til er ég náttúrulega 100% sammála Óla hvað það varðar að þeir eiga, ef þeir eru að horfa á fasteignaverð, þá eiga þeir að gera greinimun á því, er þetta peningamálastefnunefnd sem er, eða peningastefnunefnd sem er að greina verðstöðugleika eða er þetta fjármálastöðugleikanefnd, skilji, og bæði skiptir máli. En það er vandamál þegar pólitíkin er farin að útvista aðgerðum til embættismanna sem hafa mjög pólitískar afleiðingar og geta svo bara sagt, já, við hreyðum okkur ekki, við tökum ekki ákvörðun að gera það. Eins og það er gott. Já, af því þetta hefur aukið eignaójöfnuð, þetta hefur gert fólki erfiðara við að komast inn á fasteignamarkaðinn. Þannig að sko, ég er alveg sammála, við sáum þetta í mörgum öðrum löndum, 10 árum áður, eins og þetta er bara ekki komment sem ég var að tala með þaðan. Þetta var bara leið til þess að bremsa, láta einhvern annan taka hitann og síðan segir bara, já, þetta er bara... En við gerum sömu mistök 10 ára seinna og það er kannski að því að hagfræði er náttúrulega upprunalega pólitík á rætur þar og þá langar mér að spyrja ykkur hagfræðingana og kannski beinið því til þín Ásgeir.
Þetta ekki bara ykkar sök að sömu leyti að skilja pólitíkin eftir með svona geldar hugmyndir hagstjórn? Að þegar að COVID-kreppan kemur, að þá erum við með fjármálaráðherra með fullan stuðning allra breiðra ríkisstjórnar á bak við sig, að raunverulega sé ekki hægt að grípa til þeirra aðgerða sem var nauðsynlegt að gera. Og eina leiðin raunverulega að stíga í sömu gildruna og Bernanke hafi gert 10 árum áður. Já, ég veit að þið hafi reynt að endurnýja umræðuna einhver leyti, þannig ég held ekki að skamma ykkur fyrir það. En þetta ekki bara vandamál í samfélaginu að við erum að ganga út frá svo geldum hugmyndum hagfræði og efnahagsstjórn? Algjörlega að vissum hluta. Ég meina Nóbelsverðlaunin sænska seðlabankans til minningar Nóbel sem voru afhent eða tilkynnt á mánudaginn fóru til Card og David Card og Kruger hefði átt að fá það sem skrifuðu grein það leið sem ég fæddist að hækkun lágmarkslauna myndi ekki auka atvinnuleysi. Menn hafa eins og að trúa þessari kreddu ótrúlega lengi. Þetta var nú sagt, þið voru að vitna í svona gamla Sprengisand og gamla Kastljós, þetta var þrástag í Kastljósi í gegnum allt COVID, það mætti ekki hækka atvinnuleysisbætur. En Kruger var efnahagsráðgjafi Obama. Þá var þetta innleitt mjög hratt í Bandaríkjunum. Og síðan Dórenda Kruger en David Card fékk verðinni núna fyrir þetta. Þannig að þetta sýnir aðeins hversu lengi verið að vinda ofan af gömlum kreddum sem menn jafnvel bara trúa á óháð raungögnum. Það voru hinir tveir síðan sem fengu Nóbel líka voru fyrir rannsóknir og aðferðafræði varðandi raungagnagreiningu. En til að koma að spurningunni, ég meina í krísuástandi, sérstaklega svona mikilli krísu, þá breytist heimurinn og IMF, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, kom með algjörlega breyttar hugmyndir í fyrra og hvatti ríkissjóðina til að eða fara út, fjárfesta, það væru grænar eða stafrænar fjárfestingar. Þannig að og við einhverju leyti hérlendis fylgdum því, en við vorum reyndar byrjuð með rosalegt innviðu uppbyggingar átak sem var nota bene leiðrétting á uppsöfnuðum halla frá því í hruni. Hvað þetta deilum hversu mikið var? Já, til að komast upp á nulli. Það var oft verið að kynna svo langt fram í tímann til svona hærri tölum, en þegar það var verið að rannsaka svona raunbreytingarnar að þá var stundum samdráttur í fjárfestingum. Punkturinn út úr þessu er sá að það sem að menn eru þó allavega núna í þeirri umræðu sem ég í allavega sammálum ef að hagvaxtastigið hærra en raunvaxtastigið arðstafar sem minnan geð, að þá skuldaaukning hins opinbera að því gefnu að skuldina séu notaðar í góða fjárfestingu, loftslags á innviðuppbyggingu, menntun þjóðarinnar, sem skapar eitthvað góðan hvatinn í framtíðina, að þá það í raun og veru ekkert vandamál. Það segja sjálfbærni skuldana og þess vegna segja Olivier Blanchard, einhverjir fyrir aðalhagfræðingar IMF sem eru að skrifa mjög mikið þetta núna, bara farið í fjárfestingar sem eru góðar, ekki opna ríkissjóðan fyrir hvað sem og deila út úr honum sem hluti af skuldaaukningunni fyrra, en farið í fjárfestingarnar og þær munu bæta við. Það var raunverulega svona atvinnustefnu, þá ríkið hafa farið í svona bara nation building til þess að það sé hægt að reka svoleiðis samfélag. Þá þarf í pólitíski vettvangurinn að koma með einhverja línu að við viljum fá svona samfélag og við ætlum að stefna þangað. En það hefur við ekki verið að gera undanfarið 30 ár, því að við erum alltaf að bíða eftir því að markaður komi með einhver samfélag sem betra fyrir okkur og betra heldur við kunnum að biðja um. Já, ég held að við séum búin að sjá að markaðurinn getur ekki einu sinni byggt íbúðir á Íslandi. Nú hvort það yfir að það vanti fleiri lóðir frá opinbera eitthvað þess að ég meina, auðvitað þetta alltaf samspil og aðalatriðið að þessar breytingar úr krísuástandinu, það má ekki sópa þeim út af borðinu núna því að nú sé verðbólga að komast í gang og hagvöxturinn að komast í gang. Heldur menn verða að endurskoða hug sinn og hugmyndafræðina. Til dæmis eitt, að ég nú ekki svona hefðbundin hagfræðingur, ég meina að menn tala mjög mikið ríkisskuldina, en ég búin að vera að hamra á því í 5 ár í þessu fjármálaráði. Það eignarhlið, þetta eru bókhaldi bara og reikningsskilum. Á móti skuldunum eru eignir. Og ef að þú ert að auka skuldir til þess að byggja upp eitthvað svona innviði, mjúka eða harða, sem að bæta eignarhliðina, styrkja samfélagið, það verður meiri segla og þróttur í samfélaginu,
til þess að takast á við áföll, til þess að vaxa áfram, að þá það góð fjárfesting og það þetta að fá hana mjög ódýrt fjármagnaða, annars vegar með lánum, hins vegar með skottum. Og það náttúrulega sem verður að tala líka að hafi breyst við þetta ástand, en við erum að komast út úr þessu stríðsástandi, þar sem að skilin milli Seðlabanka og fjármálaráðuneytis hverfa og eru bara teoretísk, að þá verður að fara að tala á eðlilegum nótum það að það þarf að afla tekna á eðlilegan hátt fyrir því samfélagi sem á að byggja upp. Hér byrjað að koma ámörun að við séum háskattaland, heyrði ég, miðað við OECD, það sem sé 25%. Það var verið að mynda ríkisstjórn í Noregi sem ég gat hérna í upphafi þáttar og þar verið að hækka skatta af ríku og lækka skatta á meðallaun og þar undir. Þar verið að hækka stóreignaskatta sem nú tillaga sem að þið voru meðal annars með. Það er ekki normalt. Við vildum bara lækka skatta á millitekjufólk og hækka stóreignaskatta. Afnema virðisaukaskattsafsláttinn til á dýrari rafbíla. Það er ýmislegt svona... Þetta á pólitíkinu snúast. Og sko, ég var að sjá sko tölurnar sem voru teknar yfir langa tíma og aftur svolítið erfitt að bera íslenska tölur saman á útlöndin. En hér í þessar orðræði sem ég sá að Ísland væri með háa skatta 33% af landsframleiðslunni færi tekjuöflun fyrir hið opinbera og OECD væri með 25% af meðaltali. En sko Bretland þannig 33,4%, en sko Þýskaland í 45%, Norðurlandi 50-55%. Þannig að ef maður ætlar að hafa einhvers konar velferðarsamfélag sem á pari við Bretland, þá erum við, ef þessar tölur eru sambarlega, ef við ætlum að ná einhverjum Norðurlandastatus, þá erum við langt frá þeirri, og síðan á pólitíkinu snúast hvar á að ná, hvernig á að ná þeirri tekjuöflun. Ólafur, veit ég hvort þú viljið bæta eitthvað við þetta? Mér langaði aðeins að spyrja þig að því að þú nú svona í fasteignabransanum. Fasteignafélagið í Kína sem að skuldar of mikið til þess að geta staðið undir skuldum sínum. Óttast þú örlög þess að það geti, þarna sé eitthvað svona dóminókuppur sem að geti farið í gang og það geti valdið stórkostlegum skaða í heimshagkerfinu? Við heyrum ekki í þér, Ólafur. Afsakið. Ekki í heimshagkerfinu, en í hagkerfi Kína þá getur það vel gerast, já. Evergrande skuldar í kringum $300 milljarða til samanburðar þá varu skuldir Lehman Brothers árið 2007, lok árs 2007, í kringum 600 milljarða. Þannig að Evergrande svona helmingurinn af Lehman Brothers. Það sem meira áhugavert varðandi Kína sérstaklega hversu í fyrsta lagi þetta ansi þétt net af svona property developers, verktökum sem eru misskuldsettir, sumir eru að brjóta einhverjar rauðar línur sem ríkisstjórnin í Kína er búin að setja niður, sumir ekki. En það sem sagt, það eru dómínóáhrifin sem geta átt sér stað en fyrst og fremst eingöngu innan Kína. Og ástæðan fyrir því einfaldlega svo að erlend fjárfestingin í Kína ekkert mikil eins og hún var til dæmis inn í Bandaríkin á sama tíma og þegar Lehman Brothers að falla. Þannig í fyrsta lagi þá Lehman Brothers stærri biti til þess að gleypa og Evergrande og kínverska hagkerfið miklu, skulum við segja, einangraðra þegar kemur að fjármálalegum tengingum við restina af heiminum. Það sem aftur á móti áhugavert að sjá hvernig til dæmis hrávöruverð, sérstaklega járngrýti, stál, kopar og svo framvegis jafnvel líka ál mun þróast í framtíðinni ef það endar á því að fjöldagjaldþrot í kínverska byggingargeiranum á sér stað vegna þess að augljóslega byggingargeirinn í Kína sem í kringum rétt 10% af GDP. Það að segja fjárfesting í fasteignum í Kína í kringum 10% af landsframleiðslu þar. Ég man ekki nákvæmlega hvert hlutfallið á Íslandi en hlutfallið í kringum 4% í Bandaríkjunum, 4-5%. Það svona helmingi stærri, skulum við segja, faktor
skulum við segja. En augljóslega þegar og ef íbúðafjárfesting í Kína dregst saman, þá minnkar eftirspurn eftir hrávöru sem getur leitt til þess að það leiðir til þá lægra hrávöruverðs, þar með talið í tilfelli Íslands, kannski líka lægra álverðs. En ef ég má spyrja aftur svona sem að tengist í útlöndum, að mér sýnist að maður verið að heyra oftar talað svona hættu á verðbólgu í samdrætti sem að ekki hefur verið neitt sérstakt vandamál eiginlega síðan fyrir 1980. Er eitthvað svona í heimshagkerfinu sem að við ættum að velta fyrir okkur, af því að við drógum þetta svolítið inn í það að íslenska kerfið væri svo þröngt og lítið að við ættum að horfa svo sérstaklega á það. Þannig ég að reyna að fiska eftir í hvort að sé einhver svona trend erlendis sem að geti skollið á okkur. Ásgeir minnst á þeirna áðan varðandi svona tímabundna verðbólgu, það er transitory inflation, og það er sérstaklega það sem er að allir eru svona að hafa augun á okkur núna. Það er einfaldlega vegna þess að hagkerfi heimsins þeim var startað svo hressilega af bæði, kannski sérstaklega náttúrulega ríkisfjármálum í Bandaríkjunum, einfaldlega vegna þess að þau eru svo svakalega stór, þau hafa áhrif á heiminn allan, en líka peningamálastefnum seðlabanka allan heim. Vegna þess að eftirspurnarhliðinni í hagkerfi heimsins var endurstartað svona óboðslega hratt, þá náðir framboðshliðinni í heimshagkerfinu ekki að halda í við það. Og það sem gerist þá er náttúrulega að það verður skortur á ákveðnum vörum sem endur á því að þær eru notaðar sem inputs eða aðföng í framleiðslu og öðrum vörum, sem þá vegna þess að það er skortur á þessum aðföngum, þá er tímabundin töf á því að framleiða þessar vörur og svo framvegis og framvegis. Þannig að það myndast svona dómínókeðja inni í framboðshliðinni í hagkerfinu öllu í heiminum. Þetta er meðal annars þá elta raunverulega braskararnir alla leiðina og það verður svona eignabólu einkenni líka í hrávörumarkaði og fleira. Það verður byrjað að braska með allt sem er fágæti. Það er braskað með allt, líka bara spilastokka stundum, þannig að það eru braskarar út allt, Gunnar. Þannig að það er bæði hrávörumarkuðum og öðrum markuðum. En það sem er að gerast núna í rauninni, og þetta hefur áhrif á Íslandi sem dæmi vegna þess að olíuverð hefur hækkað, sem þrýstir upp verðlagi á Íslandi. Það sem er sérstaklega, og þetta kemur snertir líka það sem Ásgeir var að benda á áðan og einmitt þú reyndar líka að minnast á það, að það á í rauninni núna það er mikilvægið í því að koma fjárfestingu aftur í gang er sérstaklega varðandi það að sjá til þess að framleiðslu getan í hagkerfinu aukist aftur. Og að samanskapi þá er mikilvægt að sjá til þess að í rauninni aðföng, sérstaklega dýr aðföng sem við erum að flytja inn í miklu magni, til dæmis olía og svo framvegis í framtíðinni, við þurfum ekki mikið á þeim að halda. Þess vegna er orkuskipti mikilvæg á Íslandi, þannig að það dregur úr þörfinni hjá Íslendingum að flytja inn til dæmis olíu og bensín og svo framvegis. Þetta er líka eitt af því sem er að gerast í Evrópu, sérstaklega vegna þess að það er búið að setja í gang, það er búið að sparka í gang núna svona Green New Deal í Evrópu. Og þess vegna er til dæmis, það er engin hætta á því að mistöngin frá 2010 verði endurtekin. Vegna þess að það eru allir búin að átta sig á því að það þarf að fara í opinbera fjárfestingu. Þessi opinbera fjárfesting, hún er sérstaklega fókuserið á það að auka framleiðslumagn í hagkerfinu, sérstaklega þegar kemur að grænni orku. Og þetta samhliða svari ríkisstjórna Evrópu og náttúrulega kannski að hluta til Bandaríkjanna líka og víðs vegar heiminn við loftslagsvandanum líka. Blessunarlega er þetta allt saman að vinna í rétta átt, hægt og rólega, en augljóslega það mætti fara aðeins hraðar í þetta. Já, þetta er ekkert óttast ef við höfum stjórnvöld sem hafa kjark til þess að setja í gang New Green Deal,
eitthvað stórt og mikið. Erum við svo blessuð af góðum stjórnvöldum að við höfum þannig stjórnvöld? Já, nú ekki ennþá búin að mynda ríkisstjórn. Sko, en ég verði mitt að fá að stakka inn í þetta varðandi þessa umræðu með sko verðbólgu, hættu og lágan hagvöxt. Þetta það sem við tala sem stagflation. Og verið að tala þetta úti, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að tala þetta og fleiri opinberar stofnanir. Og ég alveg sammála því viðhorfi að ef þetta svona tímabundin verðbólga, þá á þetta að vera hægt að horfa framhjá því. Þú veist, ef þú veist að þetta tímabundin framboðssjokk, ef þú veist að þetta sé út af þessu, þá á Seðlabankinn að horfa framhjá. Það bara þannig, þú veist, hann talar þannig. Vandinn hins vegar að við getum auðvitað hort lengra fram í tíman og velti fyrir okkur, hvað það sem að leggja okkur mörk í ákvarðanatöku? Nú til dæmis mikið rætt það innan hagfræði og í pólitíkinni hvað við getum eitt. Ég veit að það mikið áhugamál örugglega í þessu rými. Og í rauninni má segja að helsta, það má kalla þetta MMT, það má kalla þetta, Keynesismi í einhverju öðru formi, hvað svo sem það Staðreyndin hins vegar svo. Mörkin liggja í bara hvað sem við getum framleitt. Og ég veit alveg allir í þessu rými eru sammála. En staðreyndin þetta ekki alltaf að orða svona. Og það svo mikilvægt það sem Óli var að segja. Þú mátt eyða ef þú eyðir í rétta hlutinu, en ef þú eyðir í vitleysu, þá getur lent í vandræðum. Já, en vandinn að mörkin, þau miðast við hvar framleiðslugetan Þannig að þú getur átt heimsins mesta pening. En þú ert bara með 3 einstaklinga til að ráða í vinnu og þið vantar 6 og það vandamála því að þú ert ekki með þekkinguna, þú ert ekki með skilsetti hæfnina, þið vantar vélarna, þið vantar getuna til þess að gera hluti. Og við eigum að nota þetta sem víti til varna, það sem að koma upp núna, mögulega tímabundin flöskuhálsar, ég segi tímabundin, vegna þess að eins og Óli var að segja, þetta út af við erum að setja kerfi aftur af stað, sem víti til varðandi vöxt síðar meir, að við lendum ekki í því, að við erum búin að vanfjármagna ákveðna grunnþætti í kerfinu til þess að geta stækkað á þess að valda verðbólgu, vegna þess að það sem að hindrar eyðslu, umsvif og allt það verðbólguhættan og það séu ekki framleiðsluþættir, framleiðslugeta til þess að geta gert hlutina. Og þetta það sem við verið að reyna að horfa á í hagstjórn víða í heiminum í dag, að þau opinbera komi inn og komi í veg fyrir og þessi flöskuhálsar myndist í infrastruktúr, ekki bara á opinberu hliðinni, heldur líka á einkahliðinni. Og það sem svo fyndið þessu umræður markaðinn og síðan atvinnustefnu og opinbera hvað svo sem Ég meina markaðurinn, þessi markaður, hann ekkert fenginn eitthvað ofan, skilur. Hann bara skapaður af ramma, regluverki, aðföngum, fólki, menntastofnum, innviðum sem ríki veitir, skilur. Svo það bara spurning hvar í rammanum ríki kemur inn, hvort þú kallar það einkaframtak eða opinbera fjárfestingu. Þannig að við höfum að horfa það mjög alvarlega í pólitíkinni núna fram á veginn, hvar við getum komið inn til þess að víkka út þennan infrastruktúr, til að koma í veg fyrir. Ég held þess ekki verið að ræða þetta í stjórnarmyndunum. Það sem ég held að hafi gerst til dæmis í COVID, sem að sýndi okkur hvaða leið þessi ríkisstjórn mun fara, var hvernig þeir svona einkavæddu nýsköpunina og lögðu niður nýsköpunarmiðstöð og lögðu ekki meiri peninga í nýsköpun í háskólasamfélaginu breyttu svo í skattaafslætti til fyrirtækja. Þannig að það veri fyrirtæki sjálf sem ætti að taka ákvörðun hvað væri nýsköpun og ríki síðan veita bara afslátt. Þetta mun verða gert í orkuskiptunum líka. Þannig að það verður skattaafslætti til fyrirtækja sem að fara út í fjárfestingar sem að spara orku. Og þetta verður líka gert í sambandi við virkjanir. Það verður sett í gang alls konar svona smávirkjanir og einkavæðing í virkjununum í þeirri trúum að við verðum að búa til eitthvað rafeldsneyti til þess að spara hættan svo að í þessar ríkisstjórn verður þannig þetta verður ekki svona úthugsuð stefna eins og þið eru að lýsa sem er til þess að byggja upp betra samfélag heldur verður pólitíkin að utan notuð til þess að stór auka skattaafslátt til fjármagns og fyrirtækja. Þetta svona mín spá og hún bjartsýn. Ég meina, mínar áhyggjur pólitískt snúa því að það þekkt fyrirbæri í pólitík þegar kemur að svona nýtingu skuldaregluna, þegar kemur að umfram svigrúmi, að það fjárfestingin sem fer fyrst. Vegna þess að það bara það sem auðveldast að skera út. Vegna þess að þessi stóru þungu kerfi okkar, þau eru langstærsti parturinn af útgjaldaaukningunum hverju einstu ári og við erum að tala bara lögbundnar hækkanir á hlutum sem eru fastir í lög, almannatryggingakerfi, heilbrigðiskerfi þess að þar, verðbætur, launahækkanir. Það oft talað að það sé svo mikið vald í fjárlaganefnd, skilji,
En stór hluti af útgjaldaaukningunni bara, þú veist, automatic, það gerast sjálfkrafa og það sem þú þarft að skera á endanum, ef án þess að taka stórar, þungar, erfiðar pólitískar ákvarðanir, oftast í fjárfestingunni. Þannig að þetta það sem að maður hefur auðvitað langmestar áhyggjur af, að ef það eru svona miklar áhyggjur af skuldsetningu, þó ég alveg 100% sammála Ásgeiri, þú eyðir ekki hvað sem þú setur ekki bara pening í hvað sem við erum að tala að fjárfesta í grunnþáttum sem víkka hagkerfi, gerir kleift, meðal annars einkaframtakinu, að sækja líka fram, við verðum líka að hugsa þannig, þetta auðvitað blöndun á kerfunum, en það algjör misskilningur, eins og þú ert að tala þú getur bara að fara í einhverjum skattaafslætti og þá rjúka allt annað af stað, rjúka af stað á hverju. Þannig talaði ríkisstjórnin fráfarandi og svo sem það verður, til dæmis nýsköpun, hún taldi þetta að vera mjög klókt þessu. Það var bara í eitt skipti sem ég sá Bjarna Benediktsson hvítna þegar hann þurfti að benda á að það væru 10 milljarðar farnir út, bara það sem af var árinu. Af því þetta var bara opin tékk. Herra Ásgeir, þú farið að draga þetta saman. Hvað eru stödd? Þetta allavega það góða við umræðunar fyrir kosninga var að það var þú talað skatta. Niðurstöðurnar verðum bara að virða. Nýfrjálshyggjan lifir góðu lífi á Íslandi og ég hef mjög mikla... Hún lifir döið, hún bara zombie stefna sem heldur áfram. Stærsta hluta mannkynssögunnar, þá hafa verið svona zombie stefnur sem hafa lifað. Ég hef mjög mikla áhyggjur af því út frá ríkisfjármálunum séð, ef að það verður ekki tekið á tekjuöflunum og skatt, ef það er verið að halda áfram þessari eftirgjöf af tekjum eða skattafslætti sem hún talar því það líka verðbólguhvetjandi. Því einn aðal effektin af skattheimtu að það að taka peninga úr umferð inn í ríkissjóð aftur. Þeir sem voru að þessu síðustu ríkisstjórn teljast að hafa unnið kosningarnar og séu með aukið umboð til þess að halda óbreyttri stefnu. Þannig ég myndi ekki gera ráð fyrir stefnubreytingu. Nei, ég býð bara eftir að það komi stjórnarsáttmáli og fjármálastefnanir ríkisstjórnar og þá munum við í fjármálaráði veita álit á því. En við sjáum þessa togstreitu út í heimi líka. Það ennþá óvíst hvort að Biden nái í gegnum þingið innviða uppbyggingarpakkanum sínum og nýja betra góða velferðarsamfélaginu sem hann ætlar að byggja upp í Bandaríkjunum. Þar búið að fresta skuldaþækinu til áramóta, þú veist, sem svona þeirra útgáfa á skuldahækkunarreglu. Þannig að þetta bara, þetta aðalmálið í allri pólitík út allan heim núna. Og eru mikil átök, mikil hagsmunaátök sem í gangi. Já, og aflið sem að fjármagnið hefur náttúrulega því beitt af krafti til að berjast á móti þeim breytingum sem þeir vilja ekki sjá. Eða til þess að ná hluta af þessu svigrúmi, eða metið svo þessi svigrúmin í ríkisfjármálum til þess að mæta einhverjum áföllum, þá bara barist það hver fær þennan pening. Algjörlega. Og til að tengja aðeins við Kína, af því að menn voru með áhyggjur fyrir nokkrum árum, ég var á ráðstefnu upp í háskóla, þá voru menn, héldum menn að Ítalía myndi fara og valda fjármála kreppu í Evrópu. Engin hætt á því núna, þó þeir séu með 160% ríkisskuldir. Núna eru sumir með áhyggjur af því að verði einhver fjármálakreppa í framhaldi af þessari fasteignabólu ef hún springur í Kína. Ég ætla ekki að spá það. Hins vegar rosalega erfitt að sjá hvar við komumst áfram út úr þessu núna ef að pólitíkin verður alls þar erfið. Af því að mundu það, 2008 kreppan, Kína dró efnahag heimsins með fasteignamarkaðurinn eða fyrirtækin helmingi stærri þar heldur í Bandaríkjunum. Lestum flugvöllum Þeir notuðu á 3 árum jafn mikla steinsteypu eins og Bandaríkin í sinni uppbyggingu á 100 árum. En við sjáum bara ekki alveg núna hvort þetta fari gegn í Bandaríkjunum. Við sjáum eins og að mjög mikla þróun verða í Evrópu. Mismunandi pólitík, mismunandi löndum, en hins vegar Evrópusambandið að reyna að drífa í gang grænvæðingu, innviðauppbyggingu og allt of lítið, segja margir í kringum mig, en þó skárinn ekki neitt. Við sjáum það sem að gerast í Noregi núna. Þannig að við eigum eftir að sjá mjög miklar breytingar á hinu efnahagspólitíska sviði eftir að
okkur tekst að bólusetja restina af heiminum sem nú töluvert í ennþá og við getum fengið einhver afbrigði eftir delta en það verður nóg umræðefni á fleiri þáttum, vonandi kemur Kristján aftur. Ég ætla rétt í 30 sekundur, ég ætla rétt að hamra á því sem Kristján sagði hérna rétt áðan, varðandi það að það verður að horfa á það ekki hversu mikið af pening til, heldur hversu mikið af aðföngum til. Ef þú þarft að ráða 6 einstaklinga en það eru bara 3 í boði, þá skiptir ekki máli hversu mikið af peningum þú áttir. Þú verður að horfa á aðfangahliðina þegar þú ert að horfa á ríkisfjármál en ekki hversu háar skuldir ríkissjóðs eru í þeirri mynt sem viðkomandi ríkissjóður gefur út. Og ég ætla að hvetja Ásgeir og restina af fjármálaráði til þess að sérstaklega greina næstu fjárlög með þetta í huga. Þetta endar hér sem hvatning og við bíðum spennt eftir að sjá hvað verður í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Þar gilda svona ákveðin lögmál eða þarf að koma 13 manns í ráðherrastól, það eru bara búið til 13 ráðuneyti, það er ekki vandamál þar. En þetta var mjög ánægilegt að fá ykkur, gaman að fá þig Kristrún og vonandi hittust við bara sem fljótlegast aftur vegna þess að eins og kemur alltaf ljós í þessu þáttum, en þá lifum við spennandi tíma og hagkerfið síkvikt og það endalaus uppspretta vangaveltna samfélag okkar. Á morgun verður rauða borðið líka klukkan 8, þá ætlum við að tala við leigjendur sem sá hópur á Íslandi sem hefur kannski haft einna verst frá hruni. Stór hluti þeirra klemdir á milli lágra tekna og hás húsnæðiskostnaðar sem kom að þessu sögu hér. Við heyrum hvað leigjendur segja á morgun, en við segjum gott í kvöld og ég þakka gestunum aftur kærlega fyrir og ykkur sem sátuð og hlustuð.